Verið velkomin kæri áhorfendur. Nú ætla ég endilega að taka fyrir fleiri dæmi varðandi lausnir fyrir x-skildi á til dæmis nokkrum jöfnum. Og ein jafna sem ég langar að byrja á, það er einmitt jafnan 2x yfir 3 pluss 1 er jafn mikið eins og 3 mínus 4x deilt með 3. Og hugmyndin er svo að við viljum finna út í hvað x-skildi raunverulega er, x er jafnt á spurningamerki. Og þá þurfum við að finna einhverja hendulega til að leysa út af þessu. Og ef við myndum núna að teikna rauntölu á sinn, þá erum við raunverulega með svona sérstaka uppsetningu þar sem við kjósum að segja hérna er 0 og hérna er eitthvað sameiginleg staðsetning þar sem tvær jöfnur raunverulega uppfylla sömu staðsetningu. Það er einmitt þess vegna sem við erum í jafndamerkja milli þeirra. Fyrir jafnan, það er þessi hérna jafna, þar sem við erum með 2x þriðju pluss 1 og seinni jafnan er 3 mínus 4x þriðju. Og hugmyndin er svo að við getum mögulega fundið út í hvað x-skildið þarf að vera til þess að þessar báðar jöfnur séu uppfylltar og lenda í nákvæmlega sömu staðsetningu. Þannig að við getum fyrst byrjaði bara einfallega að reyna að finna út í hvernig við getum einangrað x-ið og ég get notað smá algebru til að hjálpa okkur við það. Og fyrst þess að byrja með þá tökum við eftir að x-inu er öll hérna megin og við tökum eftir að ekki öll hérna megin, það er x báðum megin við jafnaðarmerki og það eru líka tölur báðum megin við jafnaðarmerki. Þannig að ég hef hugað á því að minnstakosti að reyna að einangra tölunar eftir bestu getu og mögulega draga þau þannig til að þau séu einhvern veginn þægilegar að vinna með. Þannig ég reyna að koma öllum stærðum sem eru tölur eða lengdir á eina hliðina og allt sem hefur með x að gera á hina hliðina. Þannig við byrjum á fjörinu. Það eru 2x yfir 3 pluss 1 og núna er það þannig að ég vil bæta við og draga frá stærðina 1 frá báðum hliðum jafnaðarmerkisins. Þar sem að við höfum jafnaðarmerki jafnt á 3 mínus 4x þriðju mínus og sen kemur hérna 1, þess talan 1. Og þetta hérna er jafnt á 0 eins og við höfum séð svolítið ofta áður núna hingað til og þetta gefur okkur þá að stærðin hérna verður þá 2x þriðju er jafn mikið eins og sem verður að muna að 3 og 1, sérst 3 mínus 1, það er 2, þá eru 2 mínus 4x þriðju, samkvæmt því sem stendur hérna áður. Og þá erum við búin að breyta stærðinni aðeins, þannig að við tókum eiginlega allt jöfnu kerfið okkar eins og við lögðum sig, þessar tvær línur hér, og við færðum raunverulega rauntölu á sinn einn aftur á bak. Það er það sem við gerðum tæknilega séð. Og núna getum við haldið áfram með að losa okkur við 4x ykkur með jafnaðarmerki og það gerum við með 4x þriðju. Þá getum við gert það með að gera það að leggja pluss 4x þriðju og muna að við leggjum líka 4x þriðju sikkur með einu jafnaðarmerki. Þetta gefur að því að þetta hérna verður allt jafnt á 0 sem að hefur með 4x þriðju öðru megin. Þannig að þetta verður jafn mikið eins og 0 og hefur engin áhrif á útkomu breytunar. Þannig við stöndum eftir með 4x þriðju pluss 2x þriðju er jafn mikið eins og 2. Þessi stærð hér getur síðan verið lögð saman vegna þess að við erum með sameiginlega nefnara. Þá getum við sett þetta á sameiginlegt strik þar sem við erum með 4x pluss 2x þriðju er jafn mikið eins og 2, þannig að sameiginlega nefnari. Eða þetta gefur okkur 6x þriðju er jafnt og 2. Og 6 deilt með 3, það er jafn mikið eins og 2, þar að segja 2x er jafn mikið eins og 2, eða við getum líka deilt síðan á endanum sikur með jafnaðarmerki. Þannig að sína minnst kosti deilinguna. Það sem við erum með deilinguna sikur megin, það sem við deilum með 2 og deilum með 2, þannig að 2 gangi út og eftirstandi er jafnt á 1, eða það sem loka niðurstaðan verður að x er jafn stórt eins og 1. Þetta er allan að leiðin sem ég sjálf myndi fara. Og núna getum við aðtóa hvort þetta væri raunverulega skynsamlegt. Er svarið, allan í þessi tilfelli, x er jafnt á 1. Þannig að við getum testað. Pröfum þá að setja inn töluna x er jafnt á 1 og aðtóa hvort við fáum jafn mikið sikkur megin við. Ef x er jafnt á 1, þá hlýtur að vera sama eins og segja 2 sinnum 1 deilt með 3 pluss 1 er jafn mikið eins og 3 mínus 4 sinnum 1 deilt með 3. Þetta hérna myndi gefa okkur hérna 2 þriðju pluss 1, 2 þriðju pluss 1 er jafn mikið eins og 3 mínus 4 þriðju. Smá frekar útreikningur lýsir við þetta hérna eftir að sama og segja 3 þriðju eða við getum umbreytt þessu til þess að vera 2 þriðju
plus 3 þriðju, það er jafn mikið 1, þannig að 3 deilt með 3 er jafn mikið eins og 1, 6 deilt með 3 er jafn mikið eins og 2, þá hlýtur sem næsta skref 9 deilt með 3 er jafn mikið eins og 3. Pröfa að slá til reiknivélina og sjá að þetta kemur út svona. Og hérna fáum við þá 9 þriðju mínus 4 þriðju. Við að setja á sameiginlega nefnara, þá fáum við út úr þessu hérna 5 þriðju er jafn stórt eins og síðan kemur hérna ég ætla að setja upp nefnaran, það er skárra ef ég segist alltaf að gera það og betra að gera það. Þá er það 2 plus 3 og hérna höfum við 9 mínus 4 þriðju eða við fáum 5 þriðju er jafn stórt eins og 5 þriðju og það er satt. Það er að segja x jafnt á 1 er laust. Það er að segja við getum sagt að þessi hérna stærð x, hún er jafn stór eins og talan 1. Það er allan ein lausn sem er sönn og gengur upp og staðsetningin sem þeir lenda í er 5 þriðju, þar sem báðir punktarnir lenda í sömu staðsetningu. Þannig að við vitum allan að þetta hérna verður þá staðsetningin sem báðir punktarnir lenda á. Og við getum líka tekið annað dæmi, það er alveg nóg að dæmi að taka eins og venjulega. Við getum pröfað til dæmis að taka aðeins flóknara dæmi en raunverulega reynir á sömu þrautagönguna og það er að vinna með brot og brot verður alltaf stór þáttur af þessum áfanga, sama hvað. Þannig að maður verður að sætta sig við það. X 2x mínus 3 deilt með 2 er jafn stórt eins og x plus 1 deilt með 2. Og þetta skilyrði, þar sem við erum með talnalínu, þar sem við erum ykkur staðar á talnalínunni, hvar svo sem við erum búin að velja ykkur staðsetningu, að við byrjum í 0 og síðan endum við ykkur staðsetningu sem við veitum ekkert hvar er, spurningamerki. En það skiptir ekki öllu máli. Eina sem ég veit hins vegar þessa talnalínu, það er það að ein hliðin, hún ferðast jafn langt, það er að segja það sem að bláa hliðin er hérna. Hún ferðast vegalengdina 1 plus 2x mínus 3 deilt með 2. Að samaskapi þá er önnur vegalengd, alveg eins og í jöfnunum sem vorum að gera áðan, rauða vegalengdin, hún ferðast alveg jafn langa leið og sú leið sem hún ferðast í allana vegalengd, hver svo sem hún er x plus 1 deilt með 2. Og núna þurfum við bara að finna út í hvað þarf x að vera til þess að uppfylla báðar vegalengdina á sama tíma undir þeim skilyrðum sem eru gefin hérna. Þannig að þá byrja fjörið. Fyrst þess að byrja með þá tek ég eftir því að það er 2 hérna sem er deilt með á báðar hliðarnar. Þannig að mér dettur strax í hug að gera allt tvöfalt stærra. Það er að segja gera þessa lengd tvisvar sinnum stærra á báða þætti og síðan að samaskapi gera þessa hérna innri vegalengd tvisvar sinnum stærri. Og það ger ég með að markvalda með 2 báða með jafnaðarmerki. Þannig að ég fæ 2 sinnum 1 plus 2x mínus 3 deilt með 2 er jafn mikið eins og 2 sinnum x plus 1 deilt með 2. Og núna kemur einmitt þetta klassiska sem að margir nemendur oft eru að glasta á, að maður verður að muna að markvalda 2 á báða liðina inn í sjálfu sviganum og hérna ganga þær út með hvort öðru. Það er að segja að 2 er markvaldar á báða þættina. Þannig að þetta hérna gengur út með þessum hérna lið og síðan þegar við markvaldum inn þá fáum við út úr þessu form þar sem við erum með 2 plus og síðan 2 sinnum 2x mínus 3 deilt með 2 er jafn mikið eins og x plus 1 vegna þess að 2 gengur út með 2. Og samaskapi þá gengur líka 2 gengur út með 2 hérna í þessu hérna formi, þannig að við endum með því að fá lýsingu þar sem við erum með 2 plus og sen kemur 2x mínus 3 er jafn mikið eins og x plus 1. Þá eru allan búin að breyta þessu pingu lítið þar sem við erum raunverulega með talnalínu eins og vorum með áðan, þar sem við erum með 2 lengdir og þær fara núna tvöfalt sinnum þá vegalengd sem var hérna undan. Það er að segja að við erum núna með 2 lengdir sem að ferðast jafn langt, þar sem önnur vegalengdin ferðast 2 plus 2x mínus 3 og hinn vegalengdin ferðast x plus 1. En þau enda á bæði á saman staðsetningu eins og áður. Það hefur ekkert breyst frá 0 punkti upp á það að gera. Og þá tekum við eftir hérna 2 plus 2x mínus 3. Það er alltaf umskrifað þannig til þess að líta út sem 2x mínus 1 er jafnt á x plus 1 og síðan getum við reynt að einangra þannig að við fáum 1 á sikur með jafnamerki og ekki 1 á sikur við fáum hérna alla tölur öðru með jafnamerki og x-in hinn með jafnamerki og það getum við gert með að gera 2x mínus 1 lagt heilan við og þessi heili sem ég legg við þetta nú hafa hann í öðrum leiti þessi 1 sem ég legg núna við sá hlutur eru lagður báðum með jafnaðarmerki þar að segja plus 1 sikur neginn
sikkur megin við, og það sem blá liturinn þá er ég að leggja plus 1 við. Það uppgötum við það að þetta hérna verður jafnt á 0, það er allan að þægilega. Til lengdar ef við ætlum að geta reiknað eitthvað út úr þessu og við fáum 2x er jafn mikið eins og x plus 2. En eins og áður þá getum við dregið frá þessu ykkur ákveðna stærð. Það er að segja ég geti dregið mínus x báðum megin frá jafnaðarmerki, þannig að við endum með að fá 0 öðrum megin fyrir all x-in sem standa þar, og hérna fáum við 2x mínus x sem gefur okkur 1x. En svo við 2x og við drögum 1 frá, þá lítur 1 að standa eftir og þá fáum við x er jafn mikið eins og 2. Það er sérst loka niðurstaðan sem við komum út í að eina leiðin til þess að þessi hérna báðir vegalengdir geta uppfylltar á sama tíma, það er ef x er jafnt á 2. Og pröfum að testa það. Það er alltaf þannig að það er góð hugmynd að testa þessa hluti. Þannig að við pröfum núna að velja undir skilyrðinu, þar sem við segjum x er jafnt á 2. Hvað fáum við út úr þessu hérna? Þá fáum við 1 plus 2 sinnum 2 mínus 3 deilt með 2 er jafn mikið eins og 2 plus 1 deilt með 2. Og þetta gefur okkur að hérna fáum við þess að 1 plus og síðan 2 sinnum 2 mínus 3, það er sama að segja hálfur hérna sem kemur út úr þessu. Það er að segja 4 mínus 3, það er 1 og það er hálfur sem að stendur hér er jafn mikið eins og 3 hálfur. Þá getum við umskrifað 1 til þess að það er 2 deilt með 2, þar að við breytum í samnefnara við þessa hérna stærð sem er þá 2 deilt með 2 plus 1 hálfur er jafn mikið eins og 3 hálfur. Eða ef við fáum núna upp og lítum upp, þá fáum við hérna, að 3 hálfur er jafn stór eins og 3 hálfur, og það er rétt og það er satt. Það er jafn stórt, við erum ekki neinum óvissu það, og þá stendur það eftir að þeir mætast á sama punkturinn, og punkturinn sem þeir mætast á er 3 hálfur, og x-ið til þess að geta mæst á sama punkti þarf að vera jafnt á 2. Það er að segja eina leiðin sem þeir geta mæst í 3 hálfum sem að þeir þurfa að gera er þegar x er jafn stórt eins og 2. Þannig að það er lausnin. En öll þessi algebra sem við framkvæmdum hérna undan er í raun og veru bara afstæling af því sem við erum að gera á talnalínu. Við erum að færa talnalínuna til og frá, tvöfaldana, stækkana, minkana, hreyfana, og allt með því markmiðið að reyna að finna þægilega leið til að lýsa því hvernig x-ið er. Það er að segja við erum raunverulega að umbreyta mjög flókinni talnalínu sem hefur alls konar margar útgáfur af sér yfir í talnalínu þar sem við byrjum með x-ið og við fáum einungis vegalengdina sem x-ið hefur farið miðað við allt hitt. Og það er raunverulega það sem allt þetta ferli gengur út á. Þess að hérna fáum við með til dæmis 2 talnalínur sem er x minus 1 og x plus 2, x plus 1. Og það verður bara að finna út í hvað getum við gert þess að draga frá. Það sem ég gerði var til dæmis að klippa 1 frá, þannig að ég myndi bara ferðast vegalengdin x fyrir aðra talnalínuna. Þá uppgötum að það er auka x sem verður bætt við getum dregið það frá og þá verður eftirstandandi bara 1x og það gefur okkur 2 í endan. Þannig ég segi takk fyrir mig.